Fyrr í sumar hittum við Herdísi Mögnu, bónda á Egilsstaðabúinu. En Herdís ekki eini Egilsstaðabús afkomandinn sem okkur langar til að hitta. Því að Baldur bróðir hennar rekur fjóshornið sem á jörð Egilsstaðabúsins og þar að gera spennandi hluti. Við fengum hann til að segja okkur frá hugmyndinni á bak við fjóshornið. Opnaði hérna 2010 og það var mamma mín, Vigdís Sveinbjörnsdóttir, sem opnaði það. Og hugmyndin var sem sagt bara svo að vinna úr mjólkinni sem við framleiðum, aðalega skyr og ost. Og hún sá fyrir sér að það væri hægt að hafa að skapa auka störf hérna á búinu. Af því að það var svo mikið af ferðamönnum að koma hérna alltaf. Og þú veist, það er svona alveg gaman að fá náttúrulega, en í rauninni vorum við ekki að fá neitt út úr því. Og þetta var svona leið þá til að bæða fólk út úr þessu ferðamennsku og svo þetta að framleiða sjálf úr mjólkinni sem við framleiðum hérna á búinu. Fjóshornið framleiðir mest ferskan ost sem þekktur í daglegu tali sem fetaostur og þá hefur Baldur verið að prófa sig áfram með að gera blámýglost. Einnig verið að framleiða skyr. Hvernig ætli það gangi? Það gengur bara mjög vel og það er náttúrulega svona skyrið kannski það sem að maður svona ákveðið stoltastur af vissu leyti því þetta rosalega svona upprunalegt íslenskt sem skemmtilegt að viðhalda þessu handbragði að það sé að viðhalda þeirri verkþekkingu að geta framleitt skyr. Það væri alveg hægt að gera skyr á þann hátt sem við erum að gera í venjulega eldhúsi heima hjá sér og mér finnst það svona rosalega dýrmætt að viðhalda þeirri þekkingu. Hvernig býr maður til skyr? Það er mjög einfalt dagur og ég get alveg útskýrt það fyrir en það er svona kannski erfitt að gera það í svona viðtali. Allt í lagi, ég fæ þá bara leiðbeiningar frá Baldri seinna en hann segir þó að hver sem geti framleitt skyr heima hjá sér. Fjóshornið býður upp á hreint skyr auk 2 bragðtegunda, bláberja og svo með appelsín og engiferbragði sem í sérstöku uppáldi hjá þáttarsjárnanda. En hefur hann orðið var við jákvæð viðbrögð? Já, ég hef ekki orðið var við annað. Fólk almennt mjög ánægt og ég held að við getum alveg sagt að þetta sé góð vara sem við framleiðum og þetta segja það. Í fyrstu sá Baldur fyrir sér að erlendi ferðamenn helstu viðskiptavinir þeirra, en svo hefur ekki endilega verið. Þá hefur verið boðið upp á það einu sinni í viku að fá heimsenda ferska mjólk, sem skemmtileg nýlunda. En hvað gerir góða vöru að góðri vöru? Aðalatriðið að bara svona brenna svolítið fyrir því sem maður er að gera. Þetta sé eitthvað sem maður er metnað fyrir og ástríðu fyrir. Ég held að það sé algjört lykilatriði, í þessum bransa. Það er rosalega erfitt að vera að vinna einhverja vöru sem maður hefði enga ánægju af að framleiða og bjóða upp á, held ég. Þú gaman að þessu? Já, ég mjög gaman að þessu. Þetta svona, þetta náttúrulega oft, þetta svo fyndið, það er oft sem maður er að gera eitthvað sem í sjálfu sér ekkert rosalega skemmtilegt. Maður er rosalega mikið að þrífa og eitthvað svoleiðis til dæmis. En svona heildar, þegar maður sér afurðina, þá þetta eitthvað sem manni finnst alveg frábært, bara rosalega skemmtilegt að gera.